Formaður Framsóknarflokksins segir það eina vitið að láta þrotabú Icesave, þrotabú Landsbankans, fjármagna Icesave skuldina. Það sé fagnaðarefni að Bretar og Hollendingar hafi fengið 350 milljarða greiðslu í dag. Þetta fyrsta greiðslan og þriðjungur þess sem reiknaði með að Bretar og Hollendingar fái úr búinu. Alls voru greiddir út 432 milljarðar. Breski innstæðutryggingarsjóðurinn fær 266, hollenski sjóðurinn fær 88 milljarða. Afgangurinn að mestu vegna mála sem enn á eftir að gera upp. Þetta eru þetta mjög góðar fréttir og eina vitið að gera þetta með þessum hætti að láta þrotabúið fjármagna þetta eins og ég er búin að reyna að benda á síðan 2008. Ef að ríkið hefði tekið öll þessi lán, væri það búið að vera að borga vexti núna í nokkur ár og þeir væru komin á annað 100 milljarða króna í erlendri mynt sem ekki var til. En með þessum hætti þá sleppuðu við það og þetta hefði alltaf lent á ríkinu, saman hvað kemur út úr þrotabúinu, menn sleppaðu það. Hollensku innistæðueigendurnir fá allt sitt bætt sem þeir hefði ekki fengið alla. Lífeyrissjóðir, breskir sveitafélög eða góðgerðarfélög fá sitt tilbaka og breska ríkið og hollenska ríkið fá sitt bætt og það með vöxtum meira að segja en vöxtum greiddum úr þrotabúinu en ekki af íslenskum skattgreiðendum.